Jæja, mikilvægur sigur. Þetta eru lið sem að berjast á svipum staði í töflunni. Þið voru svolítið bara svona við stýrið á þessu í dag, eða ekki? Jú, hörku sigur. Við stýrum líka leiknum sem var í Kópavogi sko, og gerum það vel, finnst mér á móti þessu liði að svona setja þær út úr því sem þær vilja gera. Þær eru takmarkaðar í bakvarðarstöðunum og við svona stökkum á það bara og gerum það vel, sem að gera það verkum við náum að stýra leiknum. Svona stýra tempónu. Við hefum líka verið í vandræðum svo sem með sko áttökraði hvenær við erum að hlaupa og hvenær við erum að stoppa, en bakvarðarnir okkar stóðu sér vel í dag. En þessi tvö lið, þau eiga svona einn sameiginlegan náttúrulegan óvinn og það er Skallagrímur. Já, ég meina þess að staðinni núna, þá eru þær sterkasta liðið og ætla beint upp. En það er líka, þú veist, ekkert endilega, þú veist að hljómið, þú veist, ógeðslega klísukent. Við erum að reyna að keppa við sjálfar okkur og verða betri í maí en við vorum í september. Og veist, ungar stelpur og stelpur sem eru svona að taka fram skóna út að þetta er gaman. Þannig að svo lengi sem þetta er gaman og það er náttúrulega langskemmtilegast að vinna leiki, þannig að það hjálpar til við að hafa gaman. En þú veist, Skallagrímur er í sérflokki en við erum svo sem með markmiðum að maður ná að vinna það einu sinni í vetur og áttum fullt erindi hér í bikarnum sko. Ertu ánægður með svona þróunin á hópnum miðað við það sem kvennalið deildarinnar þurfti að ganga í gegnum svona frá síðasta tímabili? Ég held að svona eftir á að hyggja hafi þetta verið mjög rökrétt ákvörðun. Ja, í rauninni sko gerðist það. Þetta varð góð ákvörðun út af aðalega karakteruna sem við fengum inn. Við fáum inn Gróu sem alltaf bara smitar út frá sér og gerir alla betri. Fáum Yrsu sömuleiðis sem bara setur tóni varnarlega og er keppnismaður, keppir á æfingum, keppir í leikjum og það hjálpar bara ungu stelpunum að læra mindsetið sem skiptir alveg miklu máli á einhverju körfuboltaæfingar. Og síðan fái bara spilarar, Rannveig og Kristbjörg sem eru bara spilarar, þannig að við náum upp í góðu tempói og gæðum á æfingum sem er bara fullkomið umhverfi til þess að verða betri.